Og þá flaug hrafninn, saga úr sjónvarpinu. Annar lestur. Nú byrjum við á því að lesa Svörblað bókarinnar. Bókin merkt Ingvar Hrafni Jónssyni og þá flaug hrafninn. Bók gefin út af frjálsu framtaki árið 1988. Og þá flaug hrafninn. Copyright 1988 by Ingvar Hrafn Jónsson. Bók þessa má ekki afrita með neinum hætti, svo sem ljósmyndun, prentun, hljóðritun eða á annan sambærilegan hátt. Ó nei. Að hluta eða í heild án skriflegs leyfis höfundar og útgefanda. Setning, umbrot, filmuvinnaprentun og bókband prentsmiðjan Oddi hf. Kápuhönnun Friðrik Erlingsson eftir ljósmynd Gríms Bjarnasonar. Yfirlestur handrits og prófarka Þórunn Hafstein. Printed in Iceland 1988. Fyrsti kafli. Í upphafi skyldi endinn skoða. Mánudagurinn 18. apríl 1988 rann upp svalur og bjartur og þegar ég sveiflaði mér fram úr rúminu rúmlega 8 morgunin eftir væran svefn laust því niður í huga mér að nú væri komið að úrslita stundinni. Framkvæmdastjórn útvarpsins hafði setið og fundi kvöldið áður til þess að taka afstöðu til þess hvort annar sjónvarpshrafninn skyldi höggvinn eftir að hann hafði valdið enn einu fjaðrafókinu í þjóðfélaginu með kjaftinum á sér. Undirmeðvitundin sagði mér að ég yrði látin fjúka, en það var einhver kaldrannaleg ró yfir mér meðan ég snæddi morgunverðinn og renndi augunum yfir blöðin. Djöfulgangurinn var búinn að standa svo lengi að ég var hættur að kippa mér upp við hann og ef ég yrði rekinn næði það ekki lengra. Ég var löngu búinn að fá nóg að lífinu í ormakrifjunni og það voru 15 mánuði liðnir frá því ég sagði Markúsi Erni og Pétri Guðfinnsinni, framkvæmdastjóra sjónvarpsins, að ég vildi losa eða upp úr áramótum 1987 eða 88. Það hafði ég ítrekað á fundi með Markúsi 3. desember 1987. Ég var komin inn á sjónvarp níuleytið og byrjaði daginn með fundi með starfsmönnum fréttastofunnar að vanda. Fundurinn hófst klukkan 9:30. Enginn minntist á fundinn sem verið hafði kvöldið áður og ég held að flestir hafi verið búin að afskrifa nokkur eða gert í mínu máli nema kannski varafréttastjórinn Helgi H. Jónsson en hann hafði ég ráðið illu heilli sem nánasta samstarfsmann minn þegar Páll Magnússon fór yfir á stöð 2. Það gerði ég mestu mistök mín á fréttastjóraferlinum og réði hann þvert ofan í ráðleggingar Markúsar Arnar, Péturs Guðfinnssonar og yfirleitt allra sem vissu þær ráðagerðir. Helgi vissi þennan morgun að hann yrði orðinn starfandi fréttastjóri hádegisbilið og væntanlega einn af umsækjendum stöðuna. Maður sem ég taldi skjalfestar sannanir fyrir að þetta beint eða óbeint misnotað fréttatíma sjónvarpsins. Sannanir sem yfirmenn stofnunarinnar skelltu skollaeyrum við af einhverjum óútskýranlegum ástæðum. Og neituðu mér að fá að víkja honum úr starfi varafréttastjóra, hvað þó að segja honum upp. Og í þokkabót vissu allir þessir heiðursmenn að varafréttastjórinn hafði leynt og ljóst notað sumarfrí mitt til þess að reyna að grafa undan mér á fréttastofunni. Þegar ég kom aftur á sumarfríinu vissi ég ekki hver skollin var þarna á seiði. Hver fréttamaðurinn og öðrum tók mig á eindal og var næstum kjökrandi yfir meðferðinni sem þeir höfðu sætt af hálfu varafréttastjórans. En meira það seinna. Höldum okkur við 18. apríl. Rétt fyrir klukkan 10 hringdi Dóra Ingvarsdóttir, ritari Markúsar, og spurði hvort ég geti komið á fund útvarpsstjóra klukkan 11. Ég sagði að sjálfsögðu já við þessari ósk og eftir að hafa afgreitt mál morgunsins renndi ég mér upp í efstaleiti á vit örlaga minna. Markús tók þéttingsfast í höndina á mér og bauð mér sæti. Ég var með einhvern ofnæmisvott þennan morgun og hafði hnerrað mikið. Ég sagði honum að ég ætlaði ekki að smita hann ef ég væri að fá einhverja flensu og dró stólinn dálítið frá borðinu og settist. Þarna sátu við gömlu bekkjarfélagarnir úr MR og horfðumst í augu í dágóða stund. Síðan sagði mér frá fundinum kvöldið áður og það hefði ekkert gerst. Þetta var algjörlega hans mál. Hann vísaði síðan til 2 tíma fundar sem við höfðum átt föstudaginn áður, þar sem hann sagðist að hafa farið yfir ýmis atriði með mér og talið þá að hann hefði gefið mér til kynna að tími væri kominn til að ég stæði upp. Á þeim fundi sagði hann meðal annars við mig
að þegar hann hefði lesið viðtalið í Nýju lífi sem honum var sent í dauðansofbæði á telefaxi til Lundúna, hefði sín fyrsta hugsun verið að þetta væri grand útgang af minni hálfu. Grand er skrifað með í endan og í gæsalöppum. Þetta er frakka þetta. Ég hefði einfaldlega fengið vin minn, Steinar J. Lúðvíksson, til að skrifa þetta viðtal í blaðið til að gera upp við sjónvarpið og fara svo. Ég vissi mæta vel hvað hann var að fara á þessum föstudagsfundi, hann taldi upp hinn og þessi mál sem hann hefði verið að safna í sarpinn undanferði misseri til þess að hafa þar meint syndaregistur. Málið var bara það að mitt mat var að þó menn rækju löppin í öðru hverju í svo umfangsmiklu starfi sem fréttastjórastarfið þá væri einfaldlega við því að búast og góðu og jákvæðu hlutirnir vægi svo miklu þyngra á vogarskálinni. En Markús sagði það við mig orð sem verða mér jafnan minnistæð. Menn fá aldrei að njóta þess sem þeir gera vel. Þarna var útvarpsstjóri hreinlega að segja: mér andskotan sama hversu vel þú hefur gegnt starfið þínu og hversu mikil afrek hafi verið unnin á fréttastofunni undir þinni stjórn. Ég þarf ekki og ætla ekki að taka tillit til þess. Það skiptir miklu meira máli að það eru nokkur atriði sem ég hef verið óánægður með. Þetta fannst mér ekki stórmannlegt, sérstaklega vegna þess að öll störf mín höfðu verið unnin af fyllsta metnaði og heilum hug. Á föstudagsfundinum höfðu við einnig rætt undirskriftasöfnun sem Markús hefði komið af stað til að fá traustsyfirlýsingu samstarfsmanna minna. Þetta væri sérkennilegasta mál. Markús hefði fram til þessa ekkert rætt við mig um hið fræga viðtal í Nýju lífi, en ég vissi að hann var að tala við hina og þessa í kringum mig. Hann hafði að vísu sendt mér makalaust bréf þar sem hann afgreiddi viðtalið með því að hundskamma mig fyrir furðulegustu hluti og sagði að meira hafði hann ekki málið að segja. Það var síðan ekki fyrir en Markús Á. Einarsson hefði flaut vantrauststillu á mig í útvarpsráði sem ég vísaði hratt og örugglega á bug að hann byrjaði að sauma mig fyrir alvöru. Vikuna áður en framkvæmdastjórnarfundurinn var haldinn hringdi hann í Hall Hallsson og var að ræða þessi mál við hann. Sagði hann þá að sér fyndist að hart ef ekki vera hægt að hefja undirskriftasöfnun á fréttastofunni mér til stuðnings. Hallur kom til mín og lagði þetta fyrir mig og var ég í fyrstu ekki hrifinn af hugmyndinni. Ég sagði Hall að ég teldi alls ekki að ég þyrfti að biðjast vægðar. Ég stæði allt sem ég hefði sagt og þar að auki hefði margt verið vansagt. Halli fannst eins og þegar Markús væri þarna að biðja verkværi sem hann gæti notað á framkvæmdastjórnarfundurum til þess að styðja hann í því að hann þyrfti ekki að reka mig. Ég sagði á endanum að auðvitað geti ekki bannað samstarfsmönnum mínum að lýsa yfir trausti á störf mín. Ég vissi vel að 3-4 myndi aldrei skrifa undir en þóttist vel við unna 9 af hverjum 10 stæðu með mér. Hallur gekk sig inn í málið af fullum drengskap eins og hans von og vísa og allir skrifuðu undir nema Helgi H. Jónsson, Ólafur Sigurðsson, Þuríður Magnúsdóttir og það sem komið mest á óvart Helgi E. Helgason. En það furðulega við undirskriftasöfnunina sem var í raun sprengklægilegt var að Helgi H. Jónsson varafréttastjóri fylgdist náið með hverju skrifuðu undir og gekk síðan á menn og reyndi að knýja þá til að strika nöfn sín út af listanum. Beitti hann miklum fortölum. Mér vitanlega hafði hann ekki árangur sem erfiði, honum til mikils hugarangurs. Þetta var útúrdúr. Ég sagði Markúsi á föstudagsfundinum hver afstæði mín hefði verið til undirskriftasöfnunarinnar. Hann spurði mig þá hvort mér hefði ekki dottið í hug að leita álits eða stuðnings vina minna hjá Morgunblaðinu, þeirra Matthíasar Jóhannesson og Styrmis Gunnarssonar, en ég spurði aftur á móti til hvers, hvort hann skildi það ekki, ég teldi mig ekki þurfa aðra menn til að biðjast væðar fyrir mig. Sannleikur málsins væri einfaldlega sá að það hefði ekki hvarflað að mér að ég þyrfti að biðjast afsökunar á einu eða neinu. Þegar hér var komið í sögu hertist Markús allur saman, leit á mig í gegnum litað glerið í gleraugum sínum og sagði: það er komið að þessu. Þetta er búið. Það er mitt mat og það máttu vita að augu mín og eyru liggja víða hjá sjónvarpinu. Þú getur ekki lengur verið fréttastjóri. Ég verð að viðurkenna að hjartaði mér sló nokkuð örar við þessi tíðindi. Ég þagði smá stund en sagði síðan: jæja, vinur minn, það verður þá svo að vera. Markús tók síðan upp umslag og las uppsagnarbréf sem hljóðaði á þá leið að mér væri sagt upp störfum og ekki óskaði eftir því að ég starfaði uppsagnatíman. Hann tók síðan upp annað bréf og sagði: þetta er bréf þar sem þú segir upp störfum og óskar eftir að fá hætta samstundis. Ég spurði hvort ég mætti fá 2-3 klukkustundir til að velta kostunum fyrir mér, en þá var eins og hann stífnaði allur upp og sagði: það kemur ekki til mála. Þessu verður lokið hér á þessari stundu. Ég þagði góða stund, hugsaði málið og sagði síðan: ég geri mér grein fyrir því að starfstími minn hér er á enda. Spurningin er hvort ekki sé hægt að finna einhverja snyrtilegri leið, til dæmis að ég segi upp frá með 1. júní er fríið mitt byrjar og komi síðan ekki aftur. En það var eins og að tala við stein.
Málið var búið og eftir þetta hefði verið að veltast fyrir útvarpsstjóra og hinum sem vildu með burtu vikum saman var engin leið fær sem var minna harðneskjuleg. Ég sagði þessu næst. Úr því að svona búið hnútana hlýti að taka þitt bréf. Ég áskil mér allan rétt til að leita ráða hjá lögfræðingnum mínum lögmæti uppsagnarinnar. Hér var ég að hugsa Sturlumáli svonefnda Sturlu Kristjánssyni fræðslustjóra á Akureyri voru dæmdar 1.000.000 krónur í bætur eftir að Sverrir Hermannsson, þáverandi menntamálaráðherra, sagði honum upp fyrirvaralaust. Ég hugsaði með mér góður með mig að ég lita yfir upp á 1,5 milljón í það minnsta. Síðan kvöddust við Markús og tókust í hendur. Ég var skyndilega orðinn fyrrverandi fréttastjóri eða fréttastjórinn fjarverandi ef uppsagnarfresturinn myndi vera látin gilda. Ég velti því fyrir mér hvað hefði gerst ef ég hefði neitað að verða óskum Markússon að vinna ekki á meðan uppsagnarfrestinum stóð. Það hafði allavega orðið kindur staða. Hvað sem í leið þá var ég nú orðinn starfslaus maður og ekkert annað að gera en að fara heim og tilkynna eiginkonunni tíðindi. Eiginkona mín elskuleg Ragnheiður Sara Hafsteinsdóttir flugfreyja var að ryksuga þegar ég gekk inn úr dyrunum. Helvítið hann Markús var henni orðið þegar ég sagði henni tíðindin. Hann bölvaður aumingi. Látið þetta dragast í margar vikur meðan hann að reyna að fá einhver aðra til að taka ákvarðanir sem hann átti að taka sjálfur. Ég hló við þegar ég sá hrútinn kom upp í henni. Hjónaband okkar búið að standa í næstum 14 ár og erum við bæði þeim eiginleikum gætt að segja meiningu okkar umbúðu lítið þó ég reynd séð að svo að ljónið í mér frekara þegar upp staðið. Og hvað þá, spurði mín. Ég sagði henni auðvitað sem var að ég færi ekki aftur upp á skrifstofuna en myndi fá laun til nóvemberloka. Það var útvarpsstjóri einhvern tímann átt að fá hiksta, þá hefði það verið á þessari stundu því frúin mín vandaði honum ekki kveðjurnar. Og þarna stóð ég sjálfur mig að ég að fara að bera í bætifloka fyrir mannin sem nokkrum mínútum áður hefði reykið mig eins og hvern annan rakka úr starfi. Ég sagði Ragnheiði að sjaldan einn leit þá tveir deildu og hún vissi vel að ég hefði fyrir löngu verið búin að fá nóg og hún líka. Mér andskotan sama, það hefði verið hægt að gera þetta öðru sem sagði svo stutta með svip. Nú var búið að ráða ráðum sínum. Ég hringdi í 3 nánustu vini mína, þá Orra Vigfússon í Glit, Guðlaug Bergmann í Karnabæ og Steinar J. Lúðvíksson, aðalritstjóra hjá Frjálsu framtaki, en hann tók við með þetta örðurlagaríka viðtal sem birtist í Nýju lífi skömmu fyrir páskan. Þeir vörpuðu öllu frá sér og kom innan örfára mínútna. Ég bað Ragnheiði að segja síman ég væri ekki við því ég vissi að skrattin yrði laus jafn skjótt og þetta kæmi í fréttum. Þetta reyndist réttur grunur og má mikið vera ef símkerfið í hlíðunum hefur ekki verið við að springa. Nú ég sjálfur allt í einu orðinn aðalmaðurinn í fjölmiðlafárinu sem svo kallað. En munurinn var bara sá að ég var í aðalhlutverki bráðarinnar en ekki sá sem stjórnaði eltingaleiknum. Vinir mínir voru allir rasandi. Ég held að þeir eins og flestir aðrir hafi talið að þeir hefði ekkert gert í málinu. Þeir töldu á Markús hefði afgreitt málið þegar hann sagði við komin frá útlöndum í samtali við EFF sem leitaði álits hans og yfirlýsingum mínum í viðtalinu að þetta væri bara stíll Ingvar Hrafns. Þeir vissu ekkert hvað búið var að ganga á í millitíðinu og í raun ekki heldur eiginkona mín því ég hélt þessu fyrir sjálfan mig og var ekkert á því að íþyngja þeim sem næstum í stóðu og upplýsa þá gang lífsins í ormagrefjunni. Einhvern veginn var að léttast yfir mér. Þeir voru eins og þeir hefði mist nákominn ættingja. Það minnir mig á viðbrögð föður míns Jóns Sigtryggssonar fyrrverandi prófessors sem vistmaður á minni grund. Ég bað Sigtrygg yngsta bróður minn að færa pabba tíðindin en pabbi var búinn að fylgjast vel með málum allt frá því ég sagði honum í janúar 1987 að ég ætlaði að hætta. Hann hafði líka lesið viðtalið frá orði til orðs og sagðist vera sérlega ánægður með það ef undan væru skilin hinn hvössu orð sem ég viðhafði Ingimar Ingimarsson sem nafni minn Gunnlaugsson sagðist reyndar að hafa heyrt kallaðan Ingimörð Ingimarðarsson eftir að viðtalið kom á prenti. Þegar bróðir minn kom inn á herbergi til pabba með sorgarsvip á andlitinu spurði pabbi strax hvort eitthvað hefði komið fyrir. Þegar Sigtryggur hafði sagt honum fréttirnar varð honum orði. Nú var það bara þetta. Ég hélt að einhver hefði verið fyrir bíl. Við vorum allir sammála að við þyrftum að kanna lögfræðilega hlið málsins og eftir að hafa sett upp nafnalista hringdi ég í Guðmund Inga Sigurðsson, hæstaréttarlögmann, en hann ráðlagði mér að hafa sambandið BHM. Það væri mestur styrkur fyrir mig að hafa stéttarfélagið á baku mig. En hann varaði mig við. Réttur minn væri kannski ekki mikið því ég væri með venjulegan ráðningarsamning með gagnkvæmum 3 mánaða uppsagnarfresti. Ég hafði þessu næst samband við Birgi Björn Sigurjónsson hjá BHM, öndvegismann sem var að vinna mjög mikilvægt starf fyrir félag fréttamanna í kjarabaráttu þeirra við Ríkisútvarpið. Sú kjaradeila var reyndar mikilvægur hlekkur í átökum mínu við yfirstjórn sjónvarpsins og þá einkum Ingimar Ingimarsson aðstoðarframkvæmdastjóra sem hafði á einni nóttu snúist úr því að vera samningamaður félags fréttamanna í að vera hatrammur andstæðingur starfsbræðra sinna og hreinlega ganga fram í að hýrudræga þá. Birgi var búinn og búinn. Hann sagði að lögfræðingur samtakanna hefði verið að fara flugleiðis til Sauðárkróks en kæmi aftur kvöldið og að hann skyldi setja upp fund klukkan 10 og bað mig að taka saman öll skjöl sem ég teldi að skiptu máli. Ég sagði nú vinum mínum að drífa sig aftur í vinnuna því í millitíðinni var ég búinn að hringja í Matthías Jóhannesson sem var á leiðinni til mín.
Hann guðfaðir minn í blaðamennskunni eins og fjölmargra annara og það fáir menn sem ég ber jafnmikla virðingu fyrir. Hann kom von bráðar og létti mikið þegar hann sá hvað ég var í miklu jafnvægi. Hann var hins vegar mjög ósáttur við það hvernig Markús stóð uppsöfninni og rakti úr mér garnirnar aðdragandann. Við áttum sérlega ánægjulegt 2 tíma spjall og ég sagði honum að það hvarflaði ekki að mér að fara út með einhverjum hvelli. Ég vildi senda frá mér yfirlýsingu en að öðru leyti ekki ræða málið. Ég var búinn að semja drög að yfirlýsingu og í sameiningu og í samráði við Styrmi Gunnarsson varð niðurstaðan þessi. Á þessum tímamótum lít ég hiklaust með stolti yfir farinn veg og glæðist yfir því trausti sem Fréttastofa sjónvarpsins nýtur þrátt fyrir að stundum hafi gefið á bátinn eins og gengur. Ég óska stofnuninni alls góðs eins og ég hef gert í öllum mínum störfum sem fréttastjóri. Ég hefði kosið að starfslok mín hefðu orðið með öðrum hætti en nú bara að snúa sér að krafti að nýjum verkefnum. Þegar klukkan var að nálgast 7 hringdi ég þetta í alla fjölmiðlana og allir starfsbræðrum mínum þar að sjálfsögðu vonbrigðum með því að vilja ekki segja meira. Allir höfðu sjálfsagt búið við því ég myndi reka upp harma kvein og hrópa óréttlæti og verjast fyrir æru minni. En sannleikurinn var sá að eftir því sem að daginn leið létti mér stöðugt og fannst eins og fargi væri af mér létt. Ég var loksins laus úr prísundinni. Nafni minn Gunnlaugsson kom í heimsókn og satt drjúga stund og sagði að nú skildi ég bara skrifa bók. Því ekki það? Kvöldið safnaði ég síðan saman skjölum og bjó mig undir fundinn með BHM-mönnum. Og það verði ég að segja, ég var hissa þegar Birgir Björn og 2 lögfræðingar BHM sögðu mér að ég hefði engan rétt. Útvarpsstjóri hefði hreinlega getað sagt mér upp störfum þótt aldrei hefði gengið hnífurinn á milli okkar. Svona hefði hlutirnir verið frá 1974 ríkið tók upp nýja ráðningarsamninga. Þannig var starfsöryggi mitt og auðvitað allra annarra starfsmanna Fréttastofunnar. Ekkert. Ég þakkaði pent fyrir mig og fór heim. Þar beið konan mín eftir mér og var búin að blanda mér í léttan viskí sjúss og við settumst niður og skáluðum. Eftir nokkuð símtöl til náinna vina og ættingja sem auðvitað höfðu miklar áhyggjur af andlegri velferð minni, fórum við að sofa og í fyrsta sinn í marga mánuði svaf ég áhyggjulaus í einum dúr til klukkan 8 morguninn eftir. Þegar ég vaknaði var gamli streituverkurinn algjörlega horfinn og ég sagði við konunni mína: til hamingju með fyrsta daginn í Fréttastofu fríi. Hún hló við og kyssti mig á kinnina en sagði leið: ég segi nú samt, helvítið hann Markús. Ég fór þá að hugsa til þessa gamla bekkjabróður míns og fann að ég bar engan kala til hans. Mér fannst ég vera eins og endurborinn og líklega eftir ég fremur að þakka honum en áfellast hann. Ég vissi að Markúsi leið illa, líklega miklu verra en mér. Hann fyrirhugaði fund með starfsmönnum Fréttastofunnar. Ég vissi að þar var allt í uppnámi en ég hafði daginn áður látið þau boð berast þangað ég vildi að nú þjöppuðu menn sér saman og héldu uppi merki Fréttastofunnar. Menn yrðu að bíða með ákvarðanir hvað þeir ætluðu að gera þangað til eftirmaður minn hefði verið valinn. Ég tók upp símann og hringdi til Markúsar Arnar til þess að segja honum að ég bæri engan kala til hans. Við hefðum einfaldlega verið komnir í öngstræti. Ég vildi stofnunina aðeins hins besta. Markús tókst á loft og sagði ég vissi ekki hvað sér þætti vænt að heyra þetta. Hann lagði áherslu á að stofnuninni þætti mikill fengur í því ef ég vildi halda áfram að vinna þætti, umræðuþætti eða þætti utan af landi eins og til dæmis heilsað upp á fólk. Við kvöddumst með virtum og þar með var lokið hvellinu mikla á góðum nótum og eftirminnilegu og mikilvægu tímabili í lífi mínu leið. Ég var bara 45 ára og lífið blasti við mér eins og það hafði raunar gert 4 árum áður en þáverandi formaður útvarpsráðs og forseti borgarstjórnar Reykjavíkur, Markús Örn Antonsson, kom að máli við mig og bauð mér starf fréttastjóra sjónvarpsins. Og hverfum nú til þessa tíma og alls þess er gerðist fram að örlaga deginum 18. apríl 1988. Þá lestri lokið af sinni, næst verður lesinn annar kafli bókarinnar og þá flög hrafninn, grunar þá Gvend og fleiri að gerist þér saga meiri. Takk fyrir í dag.